This is Iceland's music news. Undirbúningurinn hjá ykkur, já, það eru orðrámar á lofti að undirbúningurinn hjá ykkur gangi sérstaklega vel og kannski hvað best af öllum keppendunum sem að keppa í Eurovision þetta árið. Hvernig bregstu við þessu? Bara mjög vel. Við erum í fullum snúning að undirbúa okkar komu til Tel Aviv og undirbúa fall populismans og kapitalismans. Það eru miklir orðrómar á lofti það, Matthías, að hollenski keppandinn sem að spáðir sigri af flestum veðböngum, að hann hafi látið það í ljós að honum þykir líklegast að Ísland sigri í Eurovision í ár. Einfaldlega vegna þess að gæði íslenska lagsins séu meiri en gæði hollenska lagsins. Hvernig bregst þú við þessu, Matthías? Ég bara þakka honum fyrir gott hrós. Ég spjallaði nú við hann í Amsterdam. Það var fínn náungi, sko. Heldur hann sé að reyna að beita, spila ykkur sálarleik við ykkur til þess að gera ykkur of vongóða eða of kokki? Of kokki? Já. Við viljum náttúrulega alls ekki, Nei, það, ég veit það ekki. Ég kann ekki á hana leik, sko. Einmitt, hatarinn neitar að spila þennan leik og ég styð þá í því vegna þess að þá ekki að taka þátt í sálarstríði Eurovision keppni þar sem allir eiga að fá að gera sitt í ró og næði og við skulum minna hollenska keppendan á það. Já, duglegt fólk hér á ferð en það er spenna í loftinu hjá fleirum en liðsmönnum hatara. Eurovision áhuga fólk líka orðið virkilega spennt. Jóhannes Þór Skúlason, fyrrverandi aðstoðarmaður Sigmundar Davíðs, núverandi forstjóri eða framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, sérstakur áhugamaður Eurovision. Þetta er ákaflega hugguleg blanda. Já, mjög skemmtileg blanda. Já. Mjög skemmtileg blanda. Og hugguleg svolítið. Já, þetta er svona kósí, heimilislegt. Já, og við ætlum að fara að slá svolítið á Pebble Beach. Jæja, Jóhannes, nú sittum við hérna og skálum í sódavatn eftir nokkrar sveiflur, skál. Skál. Ég sá nú reyndar ekki hvers kyns sódavatni þau heldu í glösinu en ætli þetta sé sódadrím mögulega? Það kemur mér ekki óvart. Nei. Ég er bara mjög spenntur fyrir þessu og alveg hoppað á hattarvagnin, eiginlega bara alveg um leið og þetta vann og var eiginlega komin ákveð áður en. Þannig að Jóhannes Þór Skúlason á hattaravagninu? Já, algjörlega núna, sko. Ég hlakka mikið til að sjá þetta, ég held að það verði mjög skemmtilegt. Veðbankarnir hafa trú á okkur líka. Við getum ekki litið fram með því, þeir hafa trú á okkur líka. Ég var að kíkja á þetta bara áðan. Við erum í 3. sæti yfir oddsinum það að komast upp úr riðlinum. Já. Svo verður bara gaman að sjá hvað stríðið gegn kapítalismanum býr til í Ísrael. Já, það er umdeilt að keppnin sé haldin í Ísrael. Já. Og það er alveg eins hér eins og annars staðar. Heldur það sé einhver ástæða fyrir fólk sem er að fara út á Eurovision, hvort sem eru keppendur eða áhorfendur eða fjölmiðlafólk eða eitthvað. Heldur það sé einhver ástæða fyrir þetta fólk til þess að óttast? Heldur það sé meiri líkur á einhverju ringulreið núna í ljósi þess að þetta er haldið út í Ísrael? Nei, ég held ekki. Og Tel Aviv, þetta er frekar öru borg. Já, svona í heildina litið. Já. Já, undirbúningurinn er komin á fullt hjá íslensku keppendunum og íslensku samfélagi og starfsfólk Iceland Music News ætlar ekki að láta sitt eftir liggja. Já, það eru stórfréttir hjá mér. Ég ætla að líta óaðfinnanlega út í þessu verkefni og gera djarfa útlitsbreytingu. Og hvað segirðu, hvað viltu láta gera? Herru, ég vil aðalega lita það, kannski stytta bara örlítið, en mér langar í eiginlega dálítið svona brúnt, svona skólhært hár einhvern veginn, af því að ég er að fara á Eurovision. Já, einmitt. Jæja, hvernig finnst þér á? Herru, þetta er geggjað. Já, kæri vinir, nú má ég teljast tilbúinn til þess að fara í gott Eurovision party til Tel Aviv.
Og láttu heyra þú eilíti gleði.